Komið sæl. Nú styttist óðfluga í sveitarstjórnarkosningarnar sem fara fram laugardaginn 16. maí. Sjálfstæðisflokkurinn í Garðabæ gaf nýverið út stefnuskrá sína og þar kennir ýmissa grasa. Hingað er kominn Almar Guðmundsson, bæjarstjóri og oddviti Sjálfstæðisflokksins. Velkomin. Takk fyrir. Mig langar aðeins að fara yfir með þér það sem kemur fram þarna að einhverju leyti og kannski byrja á fjármálunum, þið fjallið töluvert þau. Byrja kannski bara að spyrja þig opið, hvernig standa fjármál Garðabæjar í dag? Fjármál Garðabæjar standa mjög vel og við erum að gangi gegnum kjörtímabil sem var að mörgu leyti óvenjulegt. Það sem gerðist á árinu 2023 að þá vorum við komin inn í svona svolitla þoku fjármálalega, vextir og verðbólga höfðu hækkað mikið og á sama tíma vorum við með mikið undir í uppbyggingu nýrra hverfa. Þannig að við tókum okkur til og fórum mjög svona í bara grundvallaratriðum í gegnum fjármál bæjarins. Gerðum ákveðnar breytingar sem að hafa síðan skila okkur því að rekstrarárin 2024 og 2025 hafa bæði verið mjög heilbrigt og skuldastaða bæjarins núna í lok kjörtímabils hagfelldari heldur hún var í byrjun. Einmitt, þú nefnir svona pínu erfiða stöðu sem þið voru komin í og aðgerðir sem þið fóruð í. Það er náttúrulega ekki hægt að ræða fjármálin á þess að spyrja þið bara beint út í hækkun útsvars. Af hverju var ráðist í að hækka útsvarið? Já, það er eðlilegt að fólk spyrja þessu og það sem við gerðum þarna í lok árs 2023 við undirbúning fjárhagsáætlunar 2024 var að við bjuggum til aðgerðaáætlun sem við kölluðum aðhald til varnar sterkri stöðu og hún var í rauninni þríþætt. Við fórum í rekstrarhagræðingu, gerðum hana nú að vandlega yfirlögu ráði, hún hefur skilað okkur það bil milljarði króna yfir kjörtímabilið í lækkun útgjalda án þess að þjónustan skerðist. Svo hækkuðum við útsvarið eins og frægt er orðið. Það er enga síðu þannig að eftir breytinguna erum við með næst lægsta útsvarið af stærstu sveitarfélögunum og það er bara Seltjarnarnes, vinir okkar sem eru lægri en við, þannig að við erum ennþá með módelið okkar klárt að álögurnar eru lágar hvað þetta varðar. Nú í þriðja lagi drógum við úr framkvæmdum, við höfðum verið mjög framkvæmt og glöð og erum það kannski að hluta til ennþá í vaxandi bæ, en við forgangsröðum framkvæmdunum með skýrari hætti á seinni hluta kjörtímabilsins. Og hvaða framkvæmdir voru það þá sem voru efstar á forgangslistanum eftir þessa forgangsröðun? Það er að sjálfsögðu þessa grundvalla framkvæmdir. Við höfum verið mjög dugleg í uppbyggingu skóla og íþróttamannvirkja, annars vegar 9 mannvirkjum og síðan að einhverju leyti töluvert umsvifamiklum endurbótum á skólum. Og þetta var og er í algjörum forgangi og við höfum fjárfest á kjörtímabilinu fyrir 13 milljarða í þessum mannvirkjum, íbúunum til heilla og það hefur verið byggt undir okkar góðu þjónustu. Einmitt þú talar góða stöðu núna, kannski aðra en var á fyrir hluta kjörtímabils. Það hefur verið nefnt að lóðasala spili þarna inn í sem eru þetta ákveðin einskiptis liður. Hvernig myndir þú svara því? Já, það er alveg rétt að ef við byrjum þannig að þá höfum við þetta bara áhuga á því að byggja upp bæinn og það þýðir að dýrmætar lóðir í Garðabæ eru til sölu. Og við höfum talið að ábyrgða hluta í fyrsta lagi að fá það fjármagninn, að fá sannvirði lóðana inn í bæjarsjóð. Það eru þetta bara hagsmunamál íbúana allra. Og næsta spurning er síðan í hvað fara þessir fjármunir. Og það er alveg skýrt til dæmis ef við horfum á síðustu 2 rekstrarár að fjármunirnir fara í uppbygginguna. Það er að segja tekjur af lóðasölu skila sér þá í innviða uppbyggingunni. Og það er kannski megin málið og verið svona vera ákveðin misskilningur Og síðan þurfum við nú líka að halda því til skila því að fólk er aðeins að horfa á þetta sérstaklega að grunnrekstur sveitafélagsins, bara ef við mælum hann í sjóðstreymi, veltufé frá rekstri eins og oft er gert, hann hefur verið í gríðarlega miklum bata ef við horfum á seinni hluta kjörtímabilsins og allar kennitölur hvað það varðar mjög sterkar. Einmitt, mér langar kannski að spyrja þig út í eitt í viðbót varðandi fjármálin áður en við förum að ræða annað. Þið hækkið þarna útsvarið, það er auðvitað umdeilt mál og eins og þú segir, eins og frægt er orðið. Hvernig horfir á framtíðina í þessum efnum? Kemur þið greina að hækka aftur meira? Ég myndi vilja byrja á því að ræða eins fleira, líka þá fasteignaskattana sem að fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði líka og síðan vaskgjald og holræsagjald. Þetta eru álagningarstofnar sem við höfum verið að lækka mjög markvisst á kjörtímabilinu. Lækkunin nemur það bil 23% yfir allt tímabilið. Við gerum þetta svona til þess að vinna á móti fasteignamatshækkunum, en þetta höfum við gert fyrir íbúana og sjáum það að það er alls ekki sjálfgefið að þetta sé gert. Hvað varðar útsvarið að þá auðvitað viljum við fara í þá átt næst að lækka útsvarið. Ég til þess að vera ótímamært núna að vera að velta því mikið upp því að við erum að sigla í gegnum
mikið uppbyggingatímabil og það er mjög mikilvægt að við varðveitum þá sterku stöðu fjárhagslega sem við erum í á meðan við erum í uppbyggingu. Þegar á henni hægist verður kannski tækifæri til þess að taka stærri skref í lækkun útsvars eða annara skatta. Einmitt. Kannski vendum hvað okkar í kross og tökum þetta á aðeins breiðari grunni og tölum svona aðeins framtíðina í Garðabæ. Mér langar kannski bara að byrja á að spyrja svona út í hvernig þú sér það fyrir ungt fólk sem að koma sér upp fjölskyldu. Hvernig mun næsta kjörtímabil líta út fyrir það fólk sem ákveður að búa í Garðabæ? Já, þá kannski bara byrjum við á byrjunni að þessi uppbyggingu öllsömmul, hún auðvitað þýðir það að við erum með aðgengilega lóðir og við höfum gætt sérstaklega að því að þær eru fjölbreyttar. Það er vissulega þannig að á kjörtímabilinu sem framundan verður mjög spennandi að byggja upp sérbýli sem kannski ekki það fyrsta sem að unga fólkinu hentar. En þetta alltaf keðjuverkun og við erum ótrúlega ánægð með allar þær íbúða einingar og svona fjölbreytt íbúði sem við eigum fyrir ungt fólk og svo tala bara tölurna sínu máli og það er svona einfaldast að hugsa þetta í fjölda leikskólabarna. Leikskólabörnum hefur fjölgað hjá okkur á milli 300 og 400 börn á undanförnum 4 árum og það í rauninni algjört einsdæmi ef við horfum á hvaða sveitafélag sem í kringum okkur. Það ekkert sveitafélag sem státar af aðrum eins vexti í þessu. Og þá komum við kannski að kjarnanum þegar kemur að unga fólkinu sem að þá að koma sér upp fjölskyldum og annað í þeim túr og það að þjónustan fylgi með. Það þá leikskólaþjónustan sem að í rauninni svo eiginlega vinsælasta getum við sagt á Íslandi, svona mælt bara með þjónustukonun Gallup, við erum að fá gríðarlega jákvæða svörum og við höfum þá sýnt það í verki að þetta snýst ekki bara þjónustuna fyrir þá sem fyrir eru, heldur það líka byggja upp þjónustu fyrir þá sem að koma og eru svo sannarlega velkomin í bæinn okkar. Nú, svo auðvitað getum við rætt annars vegar önnur mannvirki, íþróttamannvirki og fleira sem fylgja því að barnafjölskyldunar og börnin fái nauðsynlegt ráðrúm til þess að sprikla og gera góða hluti í bænum. Og við erum auðvitað mjög fókuseruð síðan á bara velferð barnanna. Hvað á ég við með því? Það að við erum bara mjög upptekin til dæmis að því í öllum skólamálum að það fylgi ákveðin stuðningur með börnunum. Við höfum verið í mjög umfangsmiklum breytingum í leikskólunum og líka að vinna eftir stefnumarkandi aðgerðum í grunnskólunum til þess að tryggja bara gæðin í þjónustunni sé góð og mikil. Og þið finnið það fólki eins með leikskóluna og svo grunnskóluna að þetta þjónusta sem fólk ánægt með? Já, okkar ánægja með þjónustuna hvað þessa 2 þætti varðar og reyndar eiginlega alla hina líka við skorum gríðarlega hátt og við erum ótrúlega ánægð með að því að við erum að gera það á sama tíma og vöxturinn töluverður. En varðandi grunnskólana þá kannski svolítið áhugavert líka að benda á það að við erum mjög upptekin af því að mæla og geta greint árangur barnanna. Það er mikil umræða skólamál og sitt sýnist hverjum hvernig einhvernirnar eiga að snúa og allt það og okkur hefur fundist bara aðalmáli að við tökum utan verkefnið, greinum gögnin og útbúum samhæfða mælikvarða fyrir börnin og einhvernirnar og erum langleiðin að komin með það verkefni. Ég veit ekki eitt einasta sveitafélag sem að vinna af sama krafti í þessu. Kannski ef við höldum áfram að tala framtíðina en á aðeins öðrum nótum, það þetta eldra fólk líka sem býr í bænum, þjónustuþarfirnar breytast og verða kannski meiri í einhverjum tilfellum. Hvernig standið þið svona í þeim málaflokki að þjónusta eldra fólk? Já, þetta svolítið áhugavert að því að við í rauninni á undanförnum árum höfum farið úr því að vera svona frekar gamalt samfélag, ef við getum orðað það þannig, yfir í bara mjög ungt, við erum með mjög mikið að leikskólabörnum, en við gleymum alls ekki eldri kynslóðinni. Og það þannig til dæmis ef við horfum á þennan mælikvarða þessar þjónustukannanir og þá sjáum við að svörunin að taka í rauninni stökk núna á milli ára þannig að við erum að fá ennþá meiri ánægju gagnvart því sem við erum að bjóða þessum aldurshópi og þarna auðvitað snýr þetta mikið að því að innra starf, hreyfistarf, heilsuefling hvers konar að hún sé öflug. Þar förum við ólíka leiðir með við mörgunni sveitafélög, við semjum meira við félög að sjá þetta með okkur og það hefur virkað vel og svo erum við bara í mjög mikill uppbyggingu. Við erum að bæta í félagsaðstöðu fyrir eldra fólk. Við erum nýbúin að skrifa undir samning við ríkið uppbyggingu hjúkrunarheimilis í Vetramýri, þar verða 100 ný rými, bætur reyndar 4 við á Ísafold líka, þannig að það nóg að vera í þessu og
eldri hópurinn spyr líka mjög mikið húsnæðismál og þetta verkefni, lífsgæðakjarni í Vetramýri, talar aðeins inn í það. Við munum vera þar með íbúðir í námunda við hjúkrunarheimilið sem að verður þá sérstaklega fyrir eldra fólki. Við erum líka að fara í mjög spennandi verkefni svona varðandi það sem við köllum velferðartækni íbúðir. Annars vegar í Arnarlandi og mögulega á fleiri stöðum í bænum verða þá settar upp íbúðir sem eru svona sérsvolítið hannaðar fyrir þennan aldurshóp. Og svo vil ég ekki gleyma að nefna lítil raðhús á einni hæð sem að hefur verið mikil köllun eftir. Það er sambærilegt við Unnargrund sem að margir þekkja. Og við erum að fara í Háholti Norraholts í uppbyggingu og útlutun á slíkum lóðum, þannig að þar bætast við, ef ég man rétt það byrja 20 raðhús sem að henta mjög vel inn í þessa þörf. Þannig að þú kemur ekki á tómu kofanu þegar kemur að málefnum minna eldri í bænum. Nei, heyri það ekki frekar en kannski öðrum málefnum sem við höfum rætt og já, það líkur bara beinst að spyrja. Mér heyrist að þið leggið verk ykkar frekar óhrætt í dóm kjósenda á kjördaga, hvað? Já, við gerum það og það er svo gaman að vera í kosningabaráttu því að þá auðvitað svona magnast bæði spennan. Það er mjög þakklátt hlutverk sem ég gegni vegna þess að við erum með mjög öflugan frambjóðendahóp, við erum með stóran hóp bakvarða sem að hjálpa okkur í þessu öllu saman. En ég hef lagt áherslu á það að núna þá auðvitað leggjum við verkin í dóm og þá heyrist mér og ég vonast svo sannarlega eftir því að íbúarnir skynji að við erum ekkert að byrja núna í þessari baráttu. Við byrjuðum þegar að kjörtímabilið hófst. Ég hef lagt mikið á mig við að vera í góðum og opnum samskiptum við íbúana og ég finn svo sannarlega að það er að skila sér og auðvitað vona og trúi að það muni sjást í úrslitum kosningana. Herra með það, Almar Guðmundsson, bæjarstjóri Garðabæjar og oddviti Sjálfstæðisflokksins, takk hérlega fyrir og gangi ykkur vel. Takk fyrir.